Ég ætla að fara í það í þessu myndbandi hvernig við getum klippt vídeóskrár í Windows. Til þess að finna þetta forrit þá getum við farið hér í Windows Start hnappinn, mynda Windows merkinu, en það stendur start við en að maður hefur músina yfir. Í vaffinu hér þá förum við niður í vaff, eitthvað sem heitir Video Editor. Við getum valið það til þess að kveikja á forritinu. Það líka önnur og fljótlegri leið til þess að finna forritið. Bara förum í leitina og byrjum að skrifa vídeo. Ég er þetta bara dugar að skrifa vaff-i og þá finn ég Video Editor hér. En ég ætla að byrja nýja kennslu og það sem sagt New Video Project og ég íti á plusinn. Nú ég beðinn að skýra þetta einhverju nafni og ég skrifa bara kennsla, það dugar fyrir mig hér. Þetta geti verið eitthvað lýsandi fyrir tíman sem að þið hafi verið að kenna og ég smelli svo á OK. Það er mjög einfalt að klippa í þessu en við þurfum að byrja á því að ná í skrárnar sem við ætlum að vinna með. Og til þess að ná í skrárnar sem við ætlum að vinna með þá byrjum við á því að smetla hér á plussnappin hér, add. Og ég vel frá þessari tölvu. Ekki af netinu eða eitthvað staðar annar staðar. Það er langt best að vinna vídeo alltaf af tölvunni sem við erum að nota en ekki vinna beint af neti. Það er flóknara. Núna ég komin inn í þessa möppu hér þar sem að vídeóskrárnar mínar eru. Það getur vel verið að þið þurfum að finna hvar þið hafið náð í ykkar vídeóskrár, hvar þið geymið þær, í hvaða möppu. En allavega ég komin inn í möppuna og hér með þessar tvær vídeóskrár. Ég dreg með músarhnappnum með því að halda inn í vinstri músarhnappnum og dreg yfir, þá velj ég bæði þessi hérna myndbönd og smelli á Open. Núna ég komin með þessi tvö myndbönd inn í forritið en þó ekkert byrjaðar að klippa neitt. Hér fyrir neðan eitthvað sem heitir Storyboard eða tímalína. Tímalínan virkar þannig að hún fer frá vinstri til hægri. Alveg eins og bara venjulegu spilari, hann byrjar á því að spila hér frá vinstri og heldur áfram til hægri þar til að myndbandið búið. Ég ætla að sitja í þessi hólf hérna niður í myndböndin og ákveða hvaða myndbandi ég ætla að byrja á. Ég ætla að byrja á, sjáðu ég sitt músarhnappinn yfir, þá veit ég hvaða myndbandi að fara að velja. Því að hér það ekki mjög lýsandi, þau líta mjög líkt út þessi myndbönd, en hér eitt sem heitir Canvas Studio kennsla. Ég dreg það hérna yfir í fyrsta gluggana því að þá að vera byrjunin hjá mér og svo tek ég næsta og dreg ég gluggan á eftir. Ef ég með þetta hérna valið að alveg út að enda hér og íti á play, þá spilar þessi tvö myndbönd samfleitt. En ég vil klippa þessi myndbönd. Svo að eitt þeirra hérna 24 mínútur. Ég ætla að velja þetta hér, þennan myndbút og taka framan af og aftan af þessi myndbút. Ég get gert það með því að hægri smetla og velja trim eða þá að ég get verið með að valið og smelt á trim hér. Mér finnst betra að hægri smetla á skrána og velja þar trim og það vegna þess að þá ég vissum að ég sé að velja rétta skrá áður en ég smelli á trim. En nú ætla ég að gera það, ég smelli semst á trim og þá ég komin inn í þennan hér glugga. Tók hérna sjálfa mig í burtu því að það vantar hér hnappa sem eru done og cancel, þau verða að geta séð þá. Ég ætla að velja hér bara bútinn í þessu myndbandi sem ég vil nota. Ég vil semst ekki nota hérna í byrjun og ég vil ekki nota hér í endanum á þessu. Og ég smelli nú á sem sagt done. Ég ætla bara að nota þennan hluta. Núna sjáu þið hér að hann styttri tíminn hérna, að því ég búin að taka framan af og aftan af þessu. Ég svo með hinbútinn en þar vil ég geta tekið úr miðjunni á honum. Það eitthvað inn í miðju sem var sagt eða gert sem ég vil ekki að sjáist. En til þess að gera það, þá hægri smelli ég og ég vel split. Og hér get ég dregið þetta hér og þið sjáu að alltaf þegar ég færi eitthvað svona, þá hreyfist myndbandi með og ég sé hvar í myndbandinu ég
Það er ekki mikið sem gerist í þessu myndbandi annað en að bendillin hreyfist eitthvað aðeins, en ég ætla að láta sem að það sé eitthvað hér í miðju sem ég vil taka út. Þannig að ég splitta þennan bút í miðjunni og vel done. Það eru komið 2 búta sem eru nokkun megin jafn langir. Það bara fer eftir í hvar ég ætla að taka úr. En það þýðir það að því ég ætla að taka úr miðjunni, þá verð ég núna að smetla á báða bútana og gera trim og geta á raun og veru breytt hvernig það lítur út hér. Ég geti þetta að fara yfir í hinn hlutan, en þið geti notað núna þessa 2 búta til þess að finna hlutina sem við vilja hafa. Þá eiginlega komið með 2 samskonar vídeóbúta. Ég veit ekki, þetta svolítið ruglingslegt finnst mörgum, en það bara að prófa að gera splitt og prófa að hreyfa þetta til og þá sjáu þið hvað ég á við. Þannig ég tek hér í þessum og íti á done, ég tek næsta bút og fer í trim hér og þið sjáu að hérna svo seinni hluturinn af að hún sýnir allt vídeóið þegar ég smetla á trim. Þannig að hérna hinn hlutin sem var valin áður, en núna get ég treyft þetta hérna og þá að taka innan úr miðjunni, að því hinn búturinn þá tók ég hinn endan og ít á done. Þannig að núna ég búinn að klippa þetta. Ég get alltaf farið aftur inn í þessa búta og valið eins og trim hérna og þá sé ég heildar myndbandið, en þetta eina sem ég ætla að nota í klippingunni. Smetla á done. Þannig að ég get alltaf farið fram og aftur og lagað. En nú þegar myndbandið búið, þá vil ég búa til eina vídeóskrá úr þessu sem ég get svo hlaðið upp, hvort sem það í Canvas Studio eða Panopto eða eitthvað staðar annar staðar. Ég smetli þá á Finish Video og þar smetli ég á bara strax á Export. Þessi video quality hér, ég þarf ekkert að eiga við það. Ég gef þessu myndbandi nafn, en ég var búinn að því áðan, kennsla, þannig ég vil bara hafa það þannig og smetla á Export. Þetta mjög stutt myndband, þannig að hún mjög fljót að þessu. Núna ætla ég bara að loka þessu forriti. Núna sjáum við að það komin hérna upptaka sem heitir kennsla og ég get sett þessa upptöku hvar sem í námskeiði hjá mér, hvort sem það Panopto eða Canvas eða eitthvað annað þess vegna.